Við byrjum á fréttudagsins hvað Já, Eflingsdal eða ríkissáttasemjari stál þrumunni eins og sættir. heldur betur. Það heldur betur hasar núna sko. Þetta náttúrulega, já, þetta alveg stórfurðulegt þetta tilboð. Já, engi Tilboð glaður. mætti kalla engi glaður og ASÍ, fyrrverandi formaður ASÍ búin að gagnrýna þetta Drífa. og Drífa Já. og tala þetta sem bara stór varasamt fyrir verkalýðshreyfinguna. Þannig að þetta er, Ég hef hlustað á hann á blaðamannafundi og halda ræður og svo var hann í Kastlós eða. já, einmitt. Ég skil ekki þessu rök. Þetta er óskiljanlegt sko. Nei, vegna þess að svona málamillan til að sett fram þegar allt komið í þrótt og nú eru sko verkvöld varla byrjuð og hann talar að þetta sé einhvern veginn miklu verri staða heldur en í fyrri samningum Já. og lífskjara samningurinn þá fór Efling í verkvöld til að knýja á einhverja lausni þar. Síðan fór Efling í verkvöld Reykjavíkurborg og gagvart sveitafélögunum og náði alls þar mjög góðum árangri. Já. Og ég held að svona eftir á, ég held að þessi bara, fólk settir sig þessa samninga. Það er ekki svo eitthvað hafi eitthvað stórkostlegt gerst. Nei. Núna er búið að boða verkvall í Íslandshótelum sem við fórum nú yfir í gær með eigandar sem að græði svo mikið að það er bara með engu lagi líkt og borgar fólkinu svo skammalega laun að það er engu lagi líkt heldur. Það er vinnað 360 manns. Það að veru á þessi sem á hótelum sem á að loka og til Eflingu, sko, þetta sé 100 manns. Er þetta svo vá að þú gerir bara fordómalausa málamiðlun að tillögu, miðlunartillögu, með því að taka tilboð SA og leggja það fyrir Eflingu? Já, þetta er náttúrulega ekki málamiðlun, sko, að kalla þetta málamiðlunartillögu er fyrir það fyrsta náttúrulega bara rangt, sko, rangnefni. Þannig að, já, þetta er... En váin, ég meina, þetta er neyðarúrræði, hann talar líka þannig, þessi neyðarúrræði. Þessi neyðarúrræði. Þannig að hann teiknar bara upp um neyð. Hver er neyðin? Neyðin er ekki neyðin. Neyðin er bara svo að fyrir náttúrulega bara efna fólk í samfélaginu að þeir græði ekki eins mikið ef Efling fyrir verkfall. Það er bara ekki að verði kannski einhverju hnökrar og rekstri í smá stund. Einhverju 7 hótel á höfuðborgarsvæðinu. Það er ekki hægt að selja með þessa hugmynd. Nei, ég veit það. Váin er nefnilega pólitísk. Hann metur það að þessi svo mikil vá í því ef Efling heldur áfram sinni róttæku verkefnisbaráttu og það myndi skila árangri, það er váin. Það er váin, sko. Þá er náttúrulega allt annað í upplausn, allir aðri samningar telur hann í upplausn og eitthvað svona. Samningar sem hann gerði. Já, með mitt. Önnur skýring, ef þetta er ekki bara pólitík, ég fór að fletta upp, hver er þessi Aðalsteinn Leifsson? Hann náttúrulega, pappans var eðalkrati og hann var svona í stúdentapólitíkinni. Ég held svona ég fyrir fyrir tíma Rösku eða hvort hans er svona fyrsta kynsla Rösku. Hann var ritstjóri Stúdentablaðsins og þetta er svona uppeldisstöðvar fyrir samfélkinguna. Einu sinni var Alþýðuflokkurinn og Alþýðubandalagið þá spratt fólk upp svona héðan og þaðan. Stundum frá Þjóðviljanum eða eitthvað í Alþýðubandalaginu, úr verkalýðshreyfingunni, innan úr ASÍ og eitthvað svona. En svona hinn síðar ár er þetta meira og minna fólk sem hefur verið alveg upp í pólitík, bara í stúdentapólitíkinni. Hann er svona fyrstu kynslun á því. Hann var formaður í einhverju sem heitir Jafnaðarmannafélagið sem var svona berjast fyrir því að fá að vera sjálfstætt inn í Alþýðuflokknum. Þetta er svona... Hann er ekki bent að hegða sér eins og jafnaðarmaður núna, sko. Nei, en þetta er samt svona að því að það voru komin inn á svona 10. áratíðin sem er svona mótunar árið þar sem að sko blerismin er að koma til Íslands. Þannig að ef maður er það greinan pólitískt á hans, þá er hann á þeirri línu. En ég veit ekki hvað þetta er pólitík. En ef hann er pólitískur, ef hann er, segjum hann sé á þeirri línu, þá er náttúrulega hatrömm barátta fyrir fólksinnan Eflingar. Verkalýðsráð Eflingar? Já. Þannig að finna myndina Verkalýðsráð samfélkingarinnar. Já, fyrir samfélkingarinnar. Þegar við erum að finna myndaði þegar við fórum að heimsækja þingflokkin í ræðum það kannski næst við rauðaborðið. En vanalega er maður ekkert að pælið í einhverju pólitísku bakgrunni Aðalsteins Leifssonar, en þessi aðgerð, þegar hann er að tala svona stórkostlega vá, og það er ekkert að sjá neina efnaðslega vá. Bara blússandi gangur á Íslandi,
allir glaðir, bara lagslauna fólkið í Reykjavík bara vill fara í baráttu til þess að laga kjörsín þannig að eigi fyrir mat út mánuðin. Ég sé ekki að þetta sé eitthvað svona, ég sé engan svona verið í örvingla núna þessu, nema þennan mann. Og þá fyrir maður að velta þér, kannski þetta bara eitthvað persónulegt. Hann og ferðamálaráðherra, þú veist, það svona... Hver ferðamálaráðherra? Lilja Alfreðsdóttir. Lilja? Já. Hún var búin að lýsa þessu sem einhverjum svipugöngum, eins og bara líkt þessu við bara, að þetta geti orðið eins og kórónuveiru faraldurinn, ef Efling færi í verkfall. Þetta náttúrulega bara bilun. Þú veist, hlutfallslega hafa verið fyrir utan Spán, það hafa verið flesti ferðamenn í Evrópu í Frakklandi. Og fyrir hvað svona Frakkland þekkt mótmæli, verkfall. Hvað, þetta bara rugl. Ég skil ekki eitthvað og alltaf verið að tala verkföll sem einhvern svona stórkostlegan skaða. Það eru verkföll í Bretlandi, það eru járnbrautastarfsmenn, það eru hjúkrunarfræðingar, það eru kennarar, það eru sjúkraliðar, sjúkraflutningamenn. Í Frakklandi það þeir sem að vinna við olíuhreinsunarstöðvar, kennarar. Það eru verkföll út allt. Við sögum frá því samstöðunum daginn að það hefði verið 9 mánaða verkfall manna sem unnu við að búa til traktora í Bandaríkjunum. Það er verkfall út allt, þetta er bara hversdagslegur hlutur að láta eins og það þurfa að vera grípa fram í fyrir hendunar á lýðræðislega kjörnir í fórust í verkefnisfélagi af því að það verið 100 manns að fyrir verkfall. Þetta er bara... Þannig að það stendst ekki. Það stendst ekki. Getur í pólitík, en annars sem þetta í hugan væri bara svona móðgar. Það líka bara kannski ágætiskenning, sko. Eftir styrsta fund, hann tók það nú í Kastljósviðtalinu. Þetta hefði nú verið sko styrsti, þessi fundur væri nú á bara blöðsögunar fyrir að vera styrsti fundur sem hann hefði... Og málið var þetta var fundur sem hann boðaði. Hann hafði nú lítið verið með Eflingu á fundum og hann kaus það að í samningunum, þá kaus hann það sem verkstýrandi viðræðnanna að einbytta sér að láta SA semja við SGS. Þegar að Ragnar Þór og Vaffer leist ekki á hvert þetta var að fara og fór, þá gerði hann ekki til því. Hann sagði ekki, heyrðu, nú tökum við hlé, náum Ragnarinn inn. Við getum ekki búið til samninga sem að aðrir ekki sáttir við, því að markmið er að þessi samninga fari yfir til allra. Og auðvitað getum við ekki gert samninga við SG án Ragnars og allra síst án Eflingar. Þannig við verðum að ná Eflingun í herbergi til þess að búa til samninga sem eiga að vera fyrirmynd annara samninga í landinu. Við getum ekki búið til, tekið bara einn lítinn hluta, bara helmingin af SG og samið við það og alltaf síðan að tróða samningunum ofan í restina. En það var nefnilega planið. Og það er plan sem að hann tók. Þannig hann talaði lítið við Eflingu og var bara mannst ekki frestaði fyrir jól, það átti að vera eitthvað fundur fyrir jól, frestaði viku, það bara núl áhugi. Svo þegar ferði að líða því að ég verið verkefnisboðun, þá boðar hann til fundar. Og það er þessi fundur, 1 mínúta fundur. Ég var ekki á honum, ekki teikt á honum, nema frásagnir Halldórs Benjamín og Aðalsteins. Ég held að Sólveig ekki minnst hann að fund. En það hljómar eins og hann hafi komið með eitthvað og maður ímyndar sér að Sólveig hafi sagt, ertu með eitthvað? Hann sagði, nei, ég ætla nú, það var bara óþarf að tala. Ekkurat, sem er alveg. Og mér þetta helst í hug, að því að stundum er gott að reyna að skilja heiminn eins og Shakespeare-leikrit. Að þetta hafi bara skotið manninum eins og rakett upp. Og hann bara fór heim og samdi miðlunartillögu, kemur og hann talar ekki við neitt. Það stendur í lögunum, hann hefði að gera þetta í samráði við samningarnir til beggja aðila, hann gerir það ekki. Það bara kynnir þetta í morgun, leggur þetta fyrir þeim eins og orðin hlut, heldur blaðamannafund, rosaleg dramadrottning eitthvað. Ég bara ég hlýtur að vera ráðherrann sem að vinnumálaráðherrann sem er Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hann hlýtur að vera alltaf fyrir þessi byttu sáttasemjari bara í jafnvægi. Allir sem hafa tjáð þetta, sem hafa eitthvað vitað þessu. Halldór Benjamín lítur sér yfir óanægju. Veit ekki, þú veist, hvað felst í því. En hann svona hendir í það, en hann er eitt sem er mjög skynsamt sem Halldór segir. Hann er spurður eitthvað þessi hátíðsréttunum. Og þá segir hann eitthvað svona, þetta er náttúrulega ekki gott að neyða samningana á Eflingu, því að við þurfum að semja við Eflingu áfram. Þannig átt að segja á því, þetta situr bara illt blóð í samningana, þannig að næst hittir hann Eflingu og líklega allt ASÍ í miklu vera standi heldur en ef ríkissáttasemjari hefði sleppt þessu.
Efling er búin að lýsa náttúrulega og bara lýsi yfir vantrausti á ríkissáttasemjara. Og svo kemur drífa eins og þú nefndir, miðstjórn ASÍ var að samþykkja á þann. Ég man ekki hvernig orðuð það, hvort að það nú samt svona sæmilega hart, ég ætla bara að ná þessu hérna. Já. Nei, ég er ekki með það hér, ég er með það, við erum að týna þessu, nei, hérna það. Miðstjórn ASÍ lýsiði yfir að traust á embætti ríkissáttasemjara hefur skaðast með því að leggja fram ótímabæra milljónatillögu í kjaradeilu Eflingu þessa. Miðstjórnin telur að færa megi rök fyrir því og veffengja hvort embætti sáttasemjara hafi með þessum hætti farið út fyrir þær valdheimildir sem embættinu eru settar í lögum stéttarfélög og vinnudölur. Framganga embættisins er aðlagað sjálfstæðum samningsrétti stéttarfélaga, gengur gegn áratuga venjum samskipti aðila vinnumarkaðins og skorað miðstjórn ASÍ á ríkissáttasemjara að draga hana tilbaka. Og þetta er ekki vinir Sólveig Rönnu sem er hann inni. Nei, þannig er allir fjandvinir. Já, í rauninni, einmitt. Þannig að þetta er bara mesta bara feilskot sem að ég hef séð bara í hávæðarastíð. Já, þetta er það. Og vonandi vakna maðurinn bara á morgun og átta sig á þessu og dregur þetta tilbaka. Já, þetta er svona því hann er að eyðileggja ekki bara, þú veist, sitt eigið orðspor. Nei, hann er að eyðileggja embættið. Já, hann er að gera það. Hann er búin að gera þetta embætti rampóluþíst. Já, einmitt. Alveg. Já. Með ólíkjum. Einmitt. Það var eitthvað meira í fréttum ekki? Það er einhver málvarandi Lindakól. Já. Ragnar Þór kemur hann eftir, hann er búin að skrifa heilu bækurnar Lindakól. Því að þetta er mikið spillingarbæli. Já. Það sem er fréttnæmt í þessu er að Sigurður Þórðarsson, sem var lengi vel ríkisstjórnarskoði, einhver tíman að þá þurfti að gera úttekt á viðskiptu Lindakóls. Já. Og ég man ekki hvað hann heitir sem að var þá ríkisstjórnarskoðandi, eða hvort að hann tók við á Sigurði eða var eitthvað annað milli. Alltaf var hann vanhæfur, hann var kallaði Sigurð. Já. Hann byrjar að skoða þetta. Og hann sendir svona áfangaskýrslu frá sér að þarna sé bara fiskur undir steini, mikil spilling. Já. Og þá er búin til nýr ríkisendurskoðandi og sá er ekki vanhæfur, þannig hann tekur það yfir og Sigurður sendur heim með óklára verk. En þessi skýrsla var send, liggur náttúrulega inn í ríkisendurskoðun og var send forseta Alþingis. Já. Og báðir aðilar hafa þverneitað að segja frá þessu. Þrátt fyrir marga fyrirspurnir, þannig að þeir vilja hilma yfir það sem þarna stendur. En þetta mál snýst sölu á það sem heitir klakki, eignir klakka út úr Lindakól, sem að voru seldar einu fyrirtæki og láti lítið út þess að þetta verið útboð, en sá sem var með hæstabóðið, hann fekk ekki heldur ykkur vildarvinir. Ykkur vildarvinir. Og Sigurður mætti núna í málaferli í héraðsdómi þar sem að þeir sem að voru með hæsta tilbúðið telja sig hafa verið sviknað, að þeir hefðu átt að fá að kaupa eigninar, að höfða mál gegn ríkinu í skaðabætur. Og Sigurður kemur þar sem vitni og hann segir að hann meti það sem svo að með því að taka ekki hæsta tilbúðinu heldur að selja þessu sem að vildavinnum sínum, að þá hafi verið tekna 530 milljónir af almannafé og hent út á gluggann. Þetta bætist við fyrirtæki þarna Fríkus sem er í málaferð, sem var með hæsta tilbúið. Hitt er þarna, heitir eitthvað BMI eða eitthvað, það er þarna Burlington, þetta er fyrirtæki sem skráði í Írlandi. En er nú með sterkar íslenskar tengingar sem að hrefti nósið. Þetta er ég sá þetta nú ekki víða, ég ætla bara moggin að vera með þetta, það er svo aðri fjölmiðlar hafi ekki verið að fylgjast með. Nei, Svo var stuð á þinginu? Já, það var eitthvað stuð á þinginu varandi kvótamálin. Kvótamálin, það var mest salað útlendingamálin, en kvótamálin, það var Inga Sæland. Já. Hún var að þjarma Svandísi. Einmitt. Ég hlusta nú ekki á þetta allt. En það sem að Inga er bara að tala um þessar tillögur sáttanemndarinnar sem að Arnar ætlar að koma og ræða við mig á eftir. Já. Sem eru náttúrulega bara moggin fagnaði þessum tillögum, kvótakerfi fest í sessi og Heiðrún Lind, málsvari útgerðarmanna, getur ekki lengt brosin í viðtölum, alveg er að rifna.
En Inga sækir svolítið að henni og með svona, þetta er náttúrulega stangast algjörlega á við sko sjávarútvegsstefnu VG. Já, algjörlega. En það sem var merkilegt við þetta, hvernig Svandís svarar, og hún er búin að svara svona líka í viðtölum, hún lítur svo ekki á að hún er á pólitíska fórustu í þessu máli. Nei. Þannig að hún sé eins konar sko sáttasemari og ekki sáttasemari eins og Aðalsteinn, heldur eins og Aðalsteinn ætti að vera, sem alveg hlutlaus aðili, sem bara kallar á hagaðila. Kannski ætti Svandís bara að vera í hans sæti og hann frekar en á þingi með sína pólitík. Kannski. En hún kallar það sem heitir í dag hagaðilar, sem hétu hagsmunaaðilar áður. Það er svo hagsmunaaðilar, það við fundist að vera á neikvætt og vilja breyta nafninu. Andrés Jónsson, almannatengill. Reyna að taka tennurnar úr því. Andrés Jónsson, almannatengill og Friðjón Friðjónsson, það var líklega komið þessu gegn að nú heitir þetta hagaðilar. Þannig hún kallar á þá og það segja, jæja strákar, hvernig viljið hafa þetta? Og þeir vilja hafa við viljum hafa þetta eins og þetta við erum minna. Þetta er helviti gott, við erum allir orðnir ansi ríkir á þessu. Akkurat. Og þannig að hún telur það að vera þetta sé hennar hlutverk að halda hagaðilunum glöðum og koma svo fram með tillögunar og leggja það fram. Þetta er nú, ég held að við höfum rætt þetta svolítið við rauðaborðið. Þetta er svona nýfrjálsvíkilega aðferð. Í staðinn fyrir að nota lýðræði, þannig að almannavilji komið fram, almannavilji er að losna við kvótakerfið, að þá er búin til svona hvítbók eitthvað, grænbók eða you name it, spretthópur eða samstagshópur, tengnir ykkur menn út í bæ, oft svo kallaðir sem einu sinni hétu hagsmunaaðilar en heitum hún hagaðilar. Þeir eru fengnir til þess að búa sér til þessi óskalista og svo kemur ráðherrann fram og segir hérna eru niðurstöðunar sem þessi hópur kom með og það er mitt hlutverk að ná þeim í gegnum þingið. Og þetta heitir, myndi ég kalla alræði auðvaldsins, svona virka það. Þannig að lýðræðið tekið úr sambandi. En það var að tala um... það var að tala um innflytjendamál líka. Ég ætla að fá að taka eitt hérna fram. Áður en við fórum í stúdíu, þá sagðist þú vera svo rallurs að þú baðst með að taka orðið á þessu fyrst. Ég bara erfitt með að tjá mig. Ég get ekki orðið af hverju sem en núna er ég... Núna ertu þarf að vera svolítið herskár í því, sko. Já, mjög herskár. Það voru 4.500 beiðnir vernd á síðasta ári. Það kom fram á RÚV, sá ég. Þetta er ekki inn á Útlendingastofnun. Þetta segir þar 4.500. Við erum búin að vera að bíða eftir þessu og það klárist, þeir eru bara búin að skila inn 11 mánuðum ársins. Það sem ástæðan fyrir við á þessu er að í haust að þá sagði Jón Gunnarsson dómsmálaráðherra, það stemdi í 6 eða 7.000. Bara í miðjan desember sagði Brynja Níelsson aðstofnmaður hans að það stemdi í 6.000 umsóknir á þessu ári. Það er þess að 4.500. Og þegar að þið opinbera lígur svona að okkur, þá bara eigum við ekki að trúa þeim, sko. Nei. Mér finnst það En það er það bara orðið nokkuð ljóst, sko. Það er ekkert að trúa orðið sem kemur frá þessum mönnum meila. Þetta mál er í þinginu. Píratar og Samfylkingin vilja ekki að þetta mál haldi áfram. Það eru margar umsagnir þetta mál. Allar eru á móti. Akkurat. En ég sá eina frétt að ég heiti Gunnar Smári. Kaupfélag Skagfirðinga fær ekki að kaupa Gunnars Magnús. Nei, einmitt. En það eiga þið nóg. Þú veist það, að þeir eru búin að vera að kaupa sko, þeir eru ótrúlega stórir í sko framleiðslu matvæla geran. Ekki bara í kjötvislu, þetta í mjólk og þannig voru komin yfir í majónesið, þá sagði Samkeppnisstofnun nei, þið með ekki það er ástæðan ekki að því að þeir eiga kjötvislunar og þeir keyptu þarna sem hétt Baula síðast eða ekki. Ég var nefnilega ekki alveg búin að lesa þessa frétt. Af hverju fenguðu þeir ekki majónesið? Það er að því að þeir voru búin að kaupa Voga ítur. Þannig að þeir getur verið í samkeppni við sjálfa sig eða eitthvað svo les. Voga ítur. Þú þekkir það kannski. Ég er skal segja alveg svo að ég hef ekki borðað Gunnars majónes í bara ekki nema ég fengið það bráðvart. Og ég kaupi aldrei Voga ítur. Ég man eftir þess að því að ég var barn þegar þetta kom fyrst. Það þótti að vera svona snakk. Ég Voga ítur með rókslar. En það er eitthvað bragð í þessu, kannski knorr eða eitthvað. Það er eitthvað vont bragð í þessu nefnilega. Þannig að maður færi leið á því bara eftir hálftíma. Ég hef ekki borðað Voga ítur, ég held í mörg ára 10, sko. Það er alltaf Samkeppnisstofnun á því að sá sem að Voga ítur, hann má ekki eiga Gunnars Magnús, sem er bara gott. En hins vegar, sko,
sko, ég get aldrei lært munað sko hvort Gunnars pítursósan eða hinn pítursósan sem ég man ekki hvað heitir núna eitthvað Finnsson, já hvor þeirra sé verri sko. Það alltaf önnur sem vond sko. Eða varðið, hún fór allt í að vera eitthvað skrítin og uppskriftin eitthvað breyst eða eitthvað og ég man aldrei þegar ég stödd út í búð já, ég alltaf alveg bara að býta hvor var það. Ég lenti í Kanada þegar ég var að kaupa sjampó. Já. Það var alltaf svona $2 saman, það var hárnaríkur sjampó. Þannig að ég var alltaf, kannski kaupa þetta, já, hárnaríkur, við kaupa þetta. Hvort að kaupa hárnaríkur sjampó? Svo tók ég alltaf hárnaríkur, sko. Alveg saman ekki reyndi að gera það ekki. Fullt af hárnaríku en ekki sjampó. Herðu, ætlum við að vera? Já, herðu. Við erum með fréttir dagsins hérna eftir, það Ragnar Þór. Já, við ætlum aðeins að tala hryðjuverkamálið. Í dómsalnum. Já, núna, það ennþá fréttir af því, sko. Núna að fara að reyna henda þeirri ákæru bara, þeim ákærulið frá. Nei, þeir eru bara að sækja það verjendur. Já. Dómar er ekki búin að ákveða sig. Nei, hann er ekki búin að ákveða sig. Þannig að þetta heldur áfram. Ég ætla aðeins að koma inn á Palestínu. Það er alveg hræðilegt ástand þar núna. Já. Það var svona mannskeiðasti dagurinn í langan tíma í Palestínu. Drápu 9 held ég. Já, þeir drápu 9 manns. Meinuðu hinnu særðu að fara á sjúkrahús? Já. Þannig að þetta er frekar sorglegt ástand. Já. Þess utan held ég fréttamálin tæmd í bili. Við nefndum í lokin í gær að það væri svona augljóst að væri að fara að springa út svona umræða handboltalandsliðið. Sjóðin var í jafna sig svolítið á svona meðvirkninni og nú væri farið að brjótast út svona gagnrýni á að Guðmundur Guðmundsson hefði sko gert mistök í stýringunni á liðinu. Og ég sá það bara alla fjölmiðla í dag einmitt, þá kemur þetta fram. Já. Þetta er svona auðvitað, ég skil ekki okkur að það er svona ótti við þessu umræðu. Nei. Við ræðum það hvernig Aðalsteinn Leifsson stendur sig. Já. Já, hefur einhverja kenningar óttan við umræðuna Ég talaði hérna í gær við hana Steinunni Þórðardóttur sem er læknir. Hún var að segja að það var svo mikil þrýstingur að læknandi myndu ekki tala illa eða ekki segja satt frá stöðun í heilbrigðiskerfinu. Því það myndi leiða til þess að færri myndi vilja vinna þar og það myndi bara verða verri í staðan. Þannig ef við þegjum með vandamálið að þá batnar vandamálið. Það maður ekki tala niður spítalan og allt þetta. Þannig það verður sagt við þau. Ef við tölum ekki vandamálið, þá batnar vandamálið. Hefur þú eitthvað þá reynslu að það sé góð aðferð? Nei, þetta er sagt við fullorðið fólkir í heilbrigðiskerfinu. Og ég tek þetta bara í sambandi við handboltalandslið. Það má ekki láta mig hlæja svona köfa það. Ég segi þetta í sambandi við handboltalandslið. Ég heldur að landsliðið batni ef ekki rættum. Stóri ef að það. En hver veit sko. En svona er náttúrulega Ísland. Þetta er svo hryllilega meðvirkt land að það stundum gengur það fram að manni sko. Það er ekki eins og meðvirknis í holl og góð og eftir svona verð. Nei. Það er það ekki. Nei. En það er kannski smæðin líka sem gerir okkur svona hryllilega meðvirk. Nei, það held ég ekki. Er það ekki? Nei, þetta er brósiður. Þú hittir alltaf einhvern í fermingaverslunni síðan. Nei, þú ert bara að segja hreint út ég er ekki að tala um að ég að vera dónalegur. Þú ert bara að segja meiningu þína. Já. Þannig, ég held að það veri Jesús sem sagði sannleikurinn að gera þau frjálsa. Jú. Hann sagði ekki meðvirknin. Nei, hann sagði það ekki. Hann sagði það ekki. Einmitt. Ef við enda á því. Endum á því. Höfum við þessi reglu að sannleikurinn gerir þau frjálsa. þá skiptum við dagskrárlið.